Þetta var stórskemmtilegt og greinlegt að Ingibergur hann kann að velja sér hlustendur. En hér átti Guðrún Erlings að vera, en nú komið að Gísla Pálssyni mannfræðingi frá Bólstað í Vestmannaeyjum. Hann hefur ekki setið auðum höndum eftir að hann hætti kennslu við Háskóla Íslands. Hann hefur sent frá sér fjölda bóka sem hafa vakið mikla athygli hér á landi og erlendis. Meðal þeirra eru Hans Jónatan, maðurinn sem var stal sjálfum sér, Fuglinn sem gat ekki flogið og Fjallið sem lyfti öxlum sem fjallar Heimaeyjagosið. Hann kallar erindi sitt Heimaey og Heriklenum, held ég beri rétt fram, sístu bæir. Spurningamerki, gjörðu svo vel Gísli. Komið þið sæl, mér heiður að fá að ávarpa samkomuna. Þetta ótrúlega spennandi verkefni og ég fylgdist aðeins með því í upphafi og að hluta til í gegnum nemanda minn sem þarna til vinstri, Björgvin Agnarsson, sem smiður á Suðureyri og ég hreifst af þessu, sá að þetta var mjög spennandi en síðan hefur þetta tekið stakkarskiptum og mjög svona æsilegt að geta séð hvernig þessu hefur fleygt fram og möguleikana sem eru í framtíðinni. Þetta fræg mynd, laða ljósmyndara, já takk, Morgunblaðsins, þar sem að fyrstu flóttamennirnir koma til Þorlákshafnar. En þó ég hafði fylgst með þessu verkefni í upphafi og mér var ljóst að þetta var svona langt og flókið verkefni og þarna hafi margir komið, eða nokkrir komið að verki. Jóhanna Ýr og Helga Hallbergsdóttir og náttúrulega Frosti fyrir utan Ingiberg, en mér datt í hug að leita að hliðstæðum. Mér fannst ekki hafa neitt að segja verkefnið eins og það stæði, ég hafði ekki fylgst með því og hafði ekki vitað þér lengur, en spurði sem mannfræðingur hvar gæti maður leitað að hliðstæðum og þetta greip mig og ég skrifaði greinu þetta í Morgunblaðið sem birtist síðasta sunnudag. Það hefur mikið verið fjallað Pompei og stundum sagt að Heimaey sé Pompei norðursins og það ágætt líking, en svona það leiddist fljótlega með grunur því ég fór að skoða söguna að Herculaneum sem var annar bær sem fór var fórnarlamb gossins í Vesúvíusi árið 79 og ég var að reyna að fara rök fyrir því í Mókagreinni og hér að sem sagt Herculaneum væri nánast systrabær Heimaeyjar. En þetta hefði ekki gerst nema að því að ég fór í ferð til Ítalíu árið 2018 með Guðnýju konu minni og þetta var ráðstefna sem var að mestu leyti ráðstefna jarðfræðinga en það voru svona mannfræðingar og félagsfræðingar með sem voru að skoða gos og áhrif þess á fólk og það hefur verið með svolítið minn kapitúli samanber bókina mína Fjallið sem lyfti öxlum. Ég hafði skoðað reyndar Pompei nokkrum árum áður en þarna 2018 gafst mér kostur á að fara til Herculaneum og ég svona hikaði við þegar mér bauðst þetta ásamt öðrum ráðstefnugestum og hugsaði sem svo, þannig að við erum búin að sjá þetta
Pompeii er Pompeii og heimsfrægt og mikið túrismiðar og ótrúlega minjar. En ég þáði sambóðið og sé ekki eftir því því að Herkúlanum var svolítið sérstök og aðeins og menn hafi yfirsýn yfir þetta fræga gos 79 eftir Krist. Við sjáum þarna vinstra megin við svörtu hringana er Napoli, þetta nú ítölsk nafn, og Herkúlanum aðeins nær mælt Vesúvíus eða Vesúvíus fjalli og svo sjáum við þar neðar Pompeii sem er langfrægasta borgin eða bærin á þessu svæði og þetta eru punktarnir sem maður þarf að horfa á. En þetta er mynd sem ég tók í Herkúlanum. Þarna eru borgarrústirnar og gjall og aska yfir og slatti af fornleifafræðingum að skoða aðstæður og með kort af Vesúvíusi sem sýnir hvert gosið fór en Herkúlanum var sjávarpláss eins og eyjar og þar voru 5.000 manns, þannig að það er svona margt sem svipað, það er stærðargráðan og fiskveiðar og dálítill bátafloti en Pompeii var hins vegar innar í landinu eins og við sáum á kortinu og þar var ekki hægt að sigla á brott með flóttamenn en það virtist vera hægt í Herkúlanum. En það sem meðal annars sérstakt við Herkúlanum eru þessi bátaskýli og við sjáum þau þarna fyrir neðan ferðafólki þarna niðri. Við sjáum svona bogadregnar hella að því þið virðist og þetta hefur náttúrulega hækkað í ráðstímans því að það hefur verið byggðar aðrar borgir þarna síðar þegar Herkúlanum bara hvarf og menn vissi ekki hvað var þarna undir og bara byggðu nýjar borgir. En nú er það grafið þetta allt upp og þess vegna er þetta svona í mörgum lögum. En það eru þessi bátaskýli sem eru stórmerkileg í allir þessari sögu. Og hér eru nokkrar myndir sem ég tók frá Herkúlanum með heillandi myndir úr veggjónum. Hér rauk fólk út eða mögulega gat en reyndi að komast í bát en í flestum tilvikum tókst það. En merkin lifa og þarna er búið að fletta upp búið að skanna veggina og skafa og reynsa til þess að sjá hvers konar lífi hefur verið lifað. Já, þetta var sem sagt mjög ólík áhrif á Pompeii og Herkúlanum. Pompeii, svo við bökkum aðeins, er inn í hringnum þannig að askan fellur niður mjög skyndilega og þið kannist við þessar frægu myndir af líkumum fólks sem er nánast frosið í tíma og þetta er við engum. En Herkúlanum er vestar og þar virtist fólk hafa svolítið ráðrúm til þess að koma sér í burt en það var ekki alveg inn í þessu en þar féll hins vegar nánast eldveggur sem að brendi allt í hvelli og það er töluvert önnur viðbrögð. En lengi vel héldum en það hefði bara ekki komist fólk burt frá Pompeii og Herkúlanum. Þetta hefði bara verið svona sláturhús og engin leið á burt vegna þess hversu snöggt þetta gerðist.
þetta svona þvílítið sambærilegt við Heimaeyjargosið. Það var engin fyrirværi þó það væri skjálftamælar upp á landi. Það vantaði 3. mælinn til þess að vera hægt að segja nákvæmlega að hér væri að fara að gjósa. Kaldhæðnislegt, en Ítalirnir höfðu enga viðvörun og koma fjöllum þegar þetta blasti við. En já, yfirleitt hefur við talið að það hafi verið algjört mannfall að ræða og enginn eða fáir hafi komist á burt. En nú hafa fræðimenn verið að spyrja svona spurninga þetta og þarna gríðarlega mikið að gerast, alls konar fornleifafræðingar og sérfræðingar sem erfðafræðingar meira að segja sem að taka sýni úr beinum og athuga hvaðan þetta fólk kom og reyna að segja eitthvað meira þessa sögu alla. Og sennilega hafa fleiri komist í burtu heldur en menn héldu. Það hefur komið í ljós að hjá fornleifafræðingum að hesthúsin í Herculaneum hafa staðið auð þegar menn loksins grófu sig niður á þeim. Með öðrum orðum, fólk hafði reynt að koma sér í burtu og menn hefðu tæmt fjárhirslur sem þeir höfðu og síðan fleira sem bendi til þess að fólk gerði eitthvað til þess að komast í burtu. En það var ekki verið svona speininn í sönnum fyrir því að fólk hafi sloppið allavega ekki neinum mæli. Og nú erum menn að spyrja nýrra spurninga, til dæmis komust einhverjir á brott og ef svo, hvaðan og hvernig. Og þessi bátaskýli í Herculaneum segja sína sögu. Þarna hefur fólk safnað saman í skyndi og einhverjir komist undan, en spurningin hversu margir. En þessi sagnfræðingur frá Ohio, þetta svona Ingibergur Herculaneum, í vissum skilningi, hann spurði nýrra spurninga og ekki sko með hvaða bát fórst þú, heldur hverjir fóru í bátana. Bátarnir voru ekki skráðir og engin áhöfn var munstruð. En þessi Stephen, hann vildi svo sérkennilega til svipað leyti og Ingibergur og aðstofafólk hans hér fóru að safna þessum heimildum saman með hvaða bát fólk fór og söguna sem það hafði að segja. Svipað leyti þessi bandaríski sagnfræðingur, hann líka menntaður í klassískum fræðum sem hefur hjálpað til þess að grafa sig ofan í þennan hugmyndaheim og listir og það allt saman. Hann einsetti sér að fara að spyrja nýrra spurninga einmitt hverjir fóru í bátana, ef einhverjir. Og skýlin segja sína sögu, þarna eru þau, og inn í þeim hafa fundist beinagrindur og nú þetta til sýnis fyrir túrista og menn að rannsaka leifarnar, meðal annars erfðafræði að svo miklu leyti sem það hægt eftir þennan bruna eldvexinn sem flæddi yfir Herculaneum. En það sem að þessi Stephen gerði og svo merkilegt var að hann fór að leita nýrra leiða. Hann hafði, eins og ég sagði, ekkert munstrun á báta og áhafnir eða hverjir voru í þeim, en hann hins vegar pældi í því hvert fólk hefði farið eða komst í burtu, og leiðin sem hann fór var svo að kanna ættarnöfn. Það erfitt að nota ættarnöfnin hér til þess að elta fólk, einfaldlega vegna þess að við erum fá með ættarnöfn og nafnakerfið allt öðruvísi heldur en til dæmis á Ítalíu. En
Já, hérna einn nærsýn af einu bátaskilinu og túristar eða fræðimenn eða hvað það nú að virða fyrir sér beinagrindur og svo verið að taka erfðaefni og allt það. En hérna þessi bandaríski sagnfræðingur, hann fór að einangra ættarnöfn sem voru algeng í Herculaneum og Pompeii og spyrja sko hvert fóru þau. Þetta voru þá ættarnöfn sem voru ekki annar staðar á Ítalíu að því að með vissu, en menn rækta ættarnöfnin og þess vegna ættu þau að dúkka upp í þorpunum eða bæjunum sem menn fluttu til. Og hann búinn að, þessi fræðimaður búinn að finna eina 200 einstaklinga sem báru ættarnöfn sem voru algeng í Herculaneum og hann hefur fundið þau í kirkjugörðum og á leiðum og hérna svona skjöldum fyrir framan hús og þetta finnst honum benda sterklega til þess að þetta fólk hafi komist undan og haldið sínum ættarnöfnum. Og svo sjáum við þarna hægra megin bæinn sem flestir voru til, það Napoli, en sem sagt komu bæði frá Herculaneum og Pompeii í ríkari mæli frá Herculaneum. En þetta var svona snjöll aðferð að láta sér detta það í huga að velta upp ættarnöfnum. Þetta óhemju mikið rósk, ekkert ósvipað allir í bátana, þar sem að hann ver heila árunum í þetta, þessi maður, og eflaust þetta fyrstu niðurstöður og ballið ekki búið. En heimildirnar sem ég styðst við eru fyrst og fremst greinar í The Guardian og fleiri blöðum, þar sem svona stuttarlega verið að segja frá hvað hefur gerst og eflaust vaxandi litteratúr á bak við þetta sem væri gaman að fylgja já, hann telur sig hafa fundið 200 manns sem fluttu miðað við þessi ættarnöfn og sjálfsagt hann bara að skafa yfirborðið enn sem komið þar. En það sagt að það hefði verið vel tekið á móti flóttafólkinu þegar það kom til sinnar þorláshofnar, ef svo má segja, og margt gert til þess að efla innviði þessara bæja eins og Napoli til þess að geta staðið í stykkinu og tekið svona mannsamlega á móti fólki. Þannig að í stuttu máli ég að halda því fram að Herculaneum sé systrabær heima og kannski mætti vinna eitthvað með það svona sveitafélagið eða túrismi. Það eru góð baðstrendur við Herculaneum. Það voru lengi lokaðar en nú búið að opna þær. En það hlýtur að vera svolítið kannski sérstaklega tilfinning fyrir Vestmannaeying að ganga þarna og sjá leifar fólks sem kannski komið á síðasta metrinum til þess að komast í skip eða bát, það eru litlir fiskibátar sennilega, og mistu af eða bátarnir kom ekki tilbaka lengur og urðu bara að forða sér. Og það dálítið sjokkandi reynsla eflaust að fylgjast með þessu. En ég er nú engin sérfræðingur í þessu, ég heldi mér í þetta þessu tilefni og mjög ánægður að ég gerði það, en hef notað svona heimildir sem eru tiltölulega svona einföldun á langri og flókinni sögu sem eflaust verður greind betur í nýjum rannsóknum. En það er margt að skeið þarna, meðal annars það hafa fundist þarna svona rúllur handrita í mun eldri heldur en þessi saga Herculaneum, og slíkt hefur ekki fundist í Pompeii, en
En þetta eru vafningar sem voru orðnir steingerðir, þetta varð allt steingert undir þessum eldveggi sem kom í gosinu, í Herculanum. Og lengi vel heldur minn að, ég myndist aðeins á þetta í bókinni minni, fjallið sem yfti Öxlum, en það var lengi verið talið að það væri ekki hægt að brjótast inn í þessar heimildir, menn vissu að þetta væru sögulegar heimildir bara, þetta væri bókasafn þessa tíma, 79 fyrir Krist. Það er ekki langt eftir að Jesú Kristur fæðist og allt það, þetta er merkileg saga. En menn voru að byrja að brjóta í þetta svona og ákváðu síðan að þeir væru að skemma heimild sem kannski væri hægt að opna síðan meir. Og svo var þetta geymt, en nú er verið að opna þetta og þetta hefur verið skannað og svona farið í gegnum einhvers konar röntgenrannsóknir eða hvað ég á að kalla það. Og svo hefur þetta verið rannsakað líka með aðstoð gervigreindar. Þannig að nú erum við að lesa ótrúlegar upplýsingar úr þessum skrollum eins og það er kallað eða vafningum sem eru bara miðalda handrit, alveg eins og handritin okkar í nýju Eddu. Nema þetta er svona annað format og nú orðið það steini. Og eitt af því merkilega sem hefur komið upp úr þessum handritum menn er alltaf að finna eitthvað nýtt í handritunum sem er í Eddu. En eitt af því nýja sem kom þarna í ljós, það voru nýjar heimildir Platón, hinn fræga heimspeking Grikkja, og þar kom staðfesting það hvað hann hefði verið jarðsettur, en það vissum menn ekki áður. Þannig að þetta ball er rétt að byrja. En ég ætla nú ekki að vera langorðari, en bara þakka fyrir tækifærið að fá að hella mér í þetta grúsk og segja frá því. Ef ég get svarað einhvern spurningum, þá var það sjálfsagt, en ég veit ekki hvað það passar við formatið á atburðinum. Fyrst og fremst erum við að fagna starfsinn sem að Ingibjörgur og félagar hafa unnið. En ef einhver brýna spurningar varðandi Herculanum, þá skjótið þið. Þá segjum við þetta bara gott.